Kristín Linda Árnadóttir, forstjóri Umhverfisstofnunar, situr fyrir svörum í Kastljósi kvöldsins. En eins og fram kom í Kastljósi í gær hefur lítið breyst í frárennslismálum á verndarsvæði Mývatns og Laxár þrátt fyrir að lögum og reglugerð hafi verið breytt árið 2012. Hóteleigendur hafa þannig komist hjá því að koma upp umhverfisvænni skólphreinsun og eftirlit og eftirfylgni virðist lítil sem engin. Þetta gerist á sama tíma og lífríki svæðisins sagt í hættu af þeim sökum að of mikið af næringarefnum komist í vatnið í gegnum fráveitu. Í þætti gærkvöldsins kom fram gagnrýni á þátt Umhverfisstofnunar í málinu, en stofnunin ber lögum samkvæmt ábyrgð á því að lögum verndun Mývatns og Laxár sé fylgt eftir. En við byrjum á Kristínu. Kristín, velkomin. Kannski bara byrja það sem við sáum í gær og það sem þar kom fram það ástand frárennslismála á þessum tíma eftir að ákveðið var að kippa þessi liðin og eftir að kom í ljós hversu slæmt ástandið var í lífríkinu. Ég meina, kannski í fyrsta lagi var þetta eitthvað sem kom þér á óvart og svo hvað fannst þér það sem þannig kom fram? Það voru auðvitað ákveðnir þættir hérna sem kom mér verulega óvart. Annað sem að auðvitað, við vitum, við erum búin að vera að standa í því í eftirrekstri með þessi málaflokki í mjög langa tíma. Og það má kannski bara minna að það að árið 2010 þá setjum við Mývatn á appelsínugulan-lista í Umhverfisstofnunar. 2012 Mývatn komin á rauðan lista hjá okkur vegna þess að það hætta á því að vatnið sem sagt tapi sínum eiginleikum, tapi sínu verndargildi. Og til dæmis árið 2012 þá gerðum við meðal annars athugasemdir við aðalskipulag sveitarfélagsins þar sem að var haldið fram að ástand skólpmála væri nú bara í nokkuð góðu horfi og því mótmæltum við harðlega. Og það höfum við verið að gera og ítrekað í ótal umsögnum, ábendingum til sveitarfélagsins, til heilbrigðiseftirlitsins. Við höfum gert mjög skýrt og greinargott minnisblað fyrir þessa aðila hver ber ábyrgð á hverju og af hverju. Þannig að við höfum vissulega lagt okkur fram við það að reyna að tryggja það að skólpmálin komast í lag. En hvað var það þarna í gær sem kom þér á óvart? Já, meðal annars þá var haldið fram að það var hægt að fá einhverja undanþágur frá reglugerðinni, þessi reglugerðum fráveitur og skólp. Svo ekki, það eini aðilinn sem getur í raun og veru veitt undanþágur, það umhverfisráðherra. Og ég veit ekki til þess að neinar undanþágur hafi verið veittar frá þeirri reglugerð á þessu svæði. Það bara þannig að allir þeir sem eru með annaðhvort reka fráveitu eins og sveitarfélögin í þéttbýlinu eða þá fyrirtæki sem standa ein, þau eiga að uppfylla kröfur þessarar reglugerðar og það engin undanþága frá því. Það heilbrigðiseftirlitið sem ber að gefa út starfsleyfi, hafa síðan eftirfylgni með því að ákvæðum starfsleyfisins sé fylgt. Og það auðvitað mismunandi hversu oft það þarf að fara í eftirlit. En heilbrigðiseftirlitið hefur auðvitað mjög skýrar heimildir til þess að ganga í málið. Það áform og áminningu, það áminning, það dagsektir, bara þessar almennur heimildir sem starfsleyfis útgefandi hefur. Þannig að þetta auðvitað svolítið spurningu líka að beita þeim heimildum. Og mér fannst nú á fulltrúa heilbrigðiseftirlitsins í gær að það var svona, maður sá svona á honum að þeir vilja fara að brýna sig enn betur í þessum málaflokki. Og það teljum við alveg gríðarlega mikilvægt. En hvernig stendur þá á því til dæmis að þarna hótel sem að oddvitinn rekur og við skilst reyndar að sveitarfélagið eins og hluti í þessu hóteli, lítinn hluti í þessu með honum. Ég meina þar reglugerðin alveg klár, þar deiliskipulagið líka alveg klárt, en enga síður virðast menn hafa náð einhvers konar samkomulagi sín á milli það að vera undanþegnir þessu í því tilfelli. Og þá, af hverju ættu menn þá að vera að gera þetta eða verið að komast upp með það? Já, ég tók mig nú bara til og sendi tölvupóst á sveitarfélagið í dag og spurði hefur verið veitt ykkur undanþága? Og þau svör sem ég fæ mjög skýr, nei, það engin undanþága. Þannig að hér að ræða í raun og veru brot á gildandi lögum og reglugerðum. Og hvað afleiðingar hefur það? Það hefur auðvitað þau afleiðingar, bara í svona venjulega þú brýtur starfsleyfi að þú getur mist starfsleyfið þitt og það hægt að takmarka rekstur, sama og við erum að gera við iðjuver. Ef að menn eru að brjóta þau ákvæði þá getum við beðið
áætlun úrbætur eða takmarka rekstur eða stöðvað. Þannig það eru heimildir til staðar til þess að bregðast við. Og hverra er það að beita þeim, ykkar eða? Það heilbrigðiseftirlitsins. Þannig að heilbrigðiseftirlitið er búið að láta þetta viðgangast svona allan þennan tíma en hefur að því virðist ekki gert neinar athugasemdir við að aðrar en að benda og þetta ætti að vera öðruvísi. Já, ég get nú ekki svara fyrir hvaða athugasemdir heilbrigðiseftirlitið hefur að gera. Ég hef nú ekki skoðað þær skýrslur. En regluverkið er svona. En við verum auðvitað líka aðeins að horfa á málin í stærra samhengi hérna. Við erum að taka saman nýja skýrslu ástand skorpmála og ég verð bara því miður að segja það að við erum ekki glöð. Það lítur út fyrir það að mjög litlar breytingar hafi orðið á milli áranna 2010 og 2014 í hvernig við Íslendingar almennt erum að standa okkur í skorpmálum. Þannig að við erum einhvern veginn í þeim fasa, við trúum því að vatn á Íslandi sé hreint og gott og við seljum út á þá ímyndar vatnið okkar sé hreint og gott. En þegar það kemur að því að standa okkur vel í þessum svo mikilvæga málaflokki að þá erum við ekki að gera það. Og það eru þetta mjög slæmt. En er það ekki bara einfaldlega því að við, eins og var svo sem lýst í gær, vegna þess að við bara komumst upp með það? Af því að það eru eftirlitsstofnanir eins og þessi sem þú stýrir, sem að eru bara með fullri minningu mjög góðar í að skrifa skýrslur og senda ábendingar og svona eitthvað, en gera lítið annað. Já, við kannski höfum ekki alveg nægilega, hvað maður segja, sterk verkfæri í höndunum nákvæmlega núna. Við vorum hins vegar að vinna, eins og kom nú einni umsögninni, samkvæmt lögum stjórn vatnamála og þar lá fyrir að við ætlum að vera tilbúin í lok árs 2014 með sem sagt vatnaáætlun fyrir Ísland allt pluss aðgerðaáætlun. Síðan voru fjármunir í raun og veru bara svolítið vel skrúaði niður í þennan málaflokk, þannig að vinnan hefur legið niður í næstu því 3 ár. Nú erum við reyndar komið með fjármagnan í, en þar erum við komið með svona raunveruleg tæki til þess að búa til langtíma áætlun fyrir Ísland. Hvað er að og hvernig eigum við að bregðast við því og hafa þá líka eftirrekstur með því. Þar erum við komið með skýrt hlutverk og eins og þú segir, eitthvað annað heldur en það að vera bara endalaust að senda bréf og skrifa umsagnir. Og þetta höfum við bentum meðal annars á þetta við endurskoðun laga náttúruvernd. Að það áherslan svolítið á það einmitt að við séum að skrifa umsagnir. En stundum þurfum við bara miklu beittari verkfæri til þess að geta gripið inn í. Og það eru þetta bara gríðarlega mikilvægt. En í þessu tilfelli, því þarna erum við svo sem ekki að tala miðað við það hvernig þetta hefur breyst, ástandið í lífríkinu og miðað við það mat sem liggur fyrir og svo þessa varúðarreglu sem segir að menn eigi að grípa til aðgerða, jafnvel þó að það sé ekki 100% vissa. En menn getur svo líka hort til þess hvernig var tekist á við þetta í Japan, það sem svipað kom fyrir kúluskítinn sem er þar. Þá veltir maður fyrir sér, höfum við tíma til þess að bíða eftir því að það verði unnin ný tegund af lögum og menn fara að horfa eitthvað heildstætt að þetta allt saman. Getur Mývatn beðið eftir því? Þarf ekki að grípa eitthvað inn í miðað við það hvernig þetta hefur gengið núna? Já, náttúrulega umhverfis- og auðlindaráðherra skipaði nefnd 2016 sem skilaði áliti á sama ári og mér skilst að í ráðuneytinu liggi nú fyrir ykkur skýrsla sem tekur út svona heildar ástandið á Mývatni og þá líka með kostnaðartöluna á þetta, hvað mun þetta raunverulega kosta að fara í aðgerðir á svæðinu. Við hjá Umhverfisstofnun, við höfum líka verið að vinna ákveðna svona greiningavinnu hjá okkur. Það er að kortleggja sveitarfélögin inn til landsins eða fráveituna þar og gefa þeim ákveðna einkunn eftir því hversu viðkvæmur viðtækin er. Er þetta eins og Mývatn eða er þetta ekki eins viðkvæmur viðtæki? Er þetta vatnstaka þarna, er útivist, er veiðimennska og svo framvegis og síðan taka þennan auka þátt inn í sem að ég held að við þurfum að fara að horfast í augu við líka. Það er fjöldi ferðamanna miðað við þann fólksfjölda sem býr á staðnum. En ég meina þetta höfum við alveg vitað, Kristín, í bara alveg síðan áður en að þessi reglugerð var sett og við fullri vinningu, þú ferð aftur að tala nefndir og skýrslur, en ég er að velta fyrir mig þarna erum við með sveitafélag sem að virðist ekki valda þessu, þarna erum við með fyrirtæki sem að hafa ansið drjúgan pening út úr því að vera staðsett þarna, en eru einhvern veginn að þér virðist að reyna að beita sem mestum aðferðum sem þeir geta til að koma sér hjá því að standast þessa reglugerð. Og þau komast upp með það?
Já, komast upp með það eru ákveðin fyrirtæki þarna sem að hafa farið þá leið sem þeir eiga að fara, því hérna ertu vissulega að tala fyrirtæki sem ekki búin að því. Já, við tökum dæmi af þessu eina fyrirtæki sem er búið að fara þessa leið sem það átt að fara, það er þetta Hótel Laxá og Guð veit að þeir hafa nú aldeilis auglýst það líka, síðan byggja þeir starfsmannahús við hliðina á húsinu sínu, þá ákveða þeir að það sé allt önnur framkvæmd, þar af leiðandi þurfi það ekki eins mikla skólphreinsun og í raun klippa það svona frá eins og að lýst í gær til þess að komast hjá því að undirgangast þessa reglugerð og þeir komast upp með það. Ég verða bara að viðurkenna að ég skil ekki alveg þá hugmyndafræði þegar þú ert búin að fjárfesta í dýrri skólphreinsunarstöð að fara og byggja nýtt við hliðina. Ég næ ekki alveg þeirra hugmyndafræði en ég er algjörlega sammálaður. Mér finnst þetta ekki alveg ganga upp. En hver er að gera eitthvað í því, Kristín? Þetta stóra spurningin. Já, ég meina eins og ég sagt, það eru starfsleyfi gefin út. Heilbrigðiseftirlitið ber að gefa út starfsleyfi og hafa eftirlit með þeim og þau auðvitað hafa mjög skýr verkfæri. Við erum með ákveðin verkfæri og eitt af þeim er mitt að skrifa umsagnir og skýrslur og vera svona sífellt að tuða og nagga. Við erum að líka að gefa mjög ákveðin skilaboð. Til dæmis eins og það stóð til að það var skipulagstillaga þar sem að flugleiðahótel óskuðu eftir því að fá að byggja eða stækka mjög hótel þarna sem var vegmegin eða nær vatninu sjálfu og þar vorum við mjög ákveðin í umsögn sem við veittum að við teldum að þetta, sérstaklega vegna þess að það var ekki einu sinni sjáanlegt hvar menn ætluðu að vera með skólphreinsunarstöðina að þetta gengi ekki upp og það er nú búið að kæra þessa umsögn okkar til úrskurðarnefndar þannig að ég kannski teki ekki alveg undir það að við getum ekki verið beitt. Við höfum hafnað framkvæmdum á þessu svæði en við verðum líka að horfa á þetta þannig að þetta er ekki vandamál sem við leysum 1, 2 og 3. Við þurfum að hafa tímasetta og ákveðna áætlun og takast á við vandamáli. En hvar er hún, Kristín? Af því að 2012 er ástandið orðið ljóst og þess vegna veltum við fyrir sér, hafið þið þá ekki svolítið sofið á vaktinni af því að samkvæmt lögunum verndun Mývatn og Laxár, þá er það ykkar verkefni að sjá til þess að þeim lögum sé fylgt og lögin er einfaldlega sett það að menn passi þetta sem að menn kalla oft þína væmna nafni náttúruperla sem þetta sannarlega er ef eitthvað er það og þið eigið að passa hana samkvæmt lögum en vopnin sem þið fáið eru þau að skrifa bréf. Vopnin sem við fáum eru kannski ekki alveg nógu sterk. Já, við þyrftum kannski aðeins sterkari vopni í okkar tækjasal til þess að takast á við þetta. En það má ekki gleyma því að við erum með lög og reglur í þessu landi og það eru ákveðnir aðilar sem eiga að sinna ákveðnum hlutum. Og við verðum auðvitað að ætlast til þess að hver og einn sé að sinna því sem hann á að vera að gera. Og hver hefur ekki verið að sinna sínu? Já, við vitum það að þarna eru fráveitur sem að uppfylla ekki lög og reglur í landinu. Það eru þetta heilbrigðisnefndanna að gefa út starfsleyfi til þessara fráveitna og fylgja það síðan eftir. En eins og ég segi, ástandið á landinu öllu er ekki nógu gott. Og það er svolítið það sem við dettum svolítið í. Við tökum svona einstaka mál og þau fjúka mjög hátt. Við tökum Selfoss, við tökum Akureyri, tökum Mývatn og síðan einhvern veginn bara deyr þetta niður og við þurfum að hugsa já, vatn á Íslandi er frábært, við þurfum ekkert að hugsa þetta og þurfum að gera eitthvað annað. Við þurfum að fara að hugsa þetta systematískt til framtíðar. Af því þetta gengur ekki svona. Það vakti nú svolítið athygli þegar það var allt í einu virtist sem það hefði allt í einu tekist að verið byrjað á því að byggja hótel inn á þessu verndarsvæði á Grímsstöðum, þessi Fosshótel sem fór að byggja það. Hótelið var, ég segi ekki hálfbyggt en það var langt komið þegar allt í einu virtist hafa uppgötvast að það voru engin leyfi fyrir því. Vissu þið ekki að það væri verið að byggja þetta hótel? Við fengum fregnir af því að það væri verið að byggja þetta hótel og fórum sjálfsögðu af stað í það að passa upp á það að framkvæmdin væri stöðvuð. Við veittum umsögn á sínum tíma þar sem kemur alveg kýrskýrt sækja þarf leyfi Umhverfisstofnunar vegna þessara framkvæmdar. Byggingafulltrúi gefur út leyfi til þess að hefja vinnu, það var aldrei byggingaleyfið í heild sinni var ekki búið að gefa út og menn fara af stað.
Og þegar við komist að þessu, að þá auðvitað förum við að stað í það að stöðva þessa framkvæmd, köllum menn til ábyrgðar á því hvað í gangi. Og það fór svo að sveitarfélagið sem stöðvaði framkvæmdirnar. Við leyfðum þeim síðan að halda áfram þarna svona ákveðin bil til að geta lokað framkvæmdinni. En það verra, það var ekki búið að fara með þetta í tilkynningarskyldu á mat- og umhverfisáhrifum. Þannig að þarna sér maður hversu mikilvægt það að hver og einn liður í þessu kerfi, hann gerir sína skyldu. En lærir maður ekki fyrst og fremst þessu að besta leiðin á Íslandi að fara bara að byrja og svo reddast þetta? Vegna þess að eins og þú segir, við stoppuðum framkvæmdina, svo leiðum þeim að loka þeim, svo klára þeim, svo endanum fengu þeir leyfið og þeir eru að byggja hótel núna. Já, ég myndi ekki mæla með þessari leið og ég held að þeir aðilar sem vilja byggja upp sómasamlegan rekstur geri ekki hlutana svona. Og ég held að við verðum að trúa því að megnið af þeim sem að byggja upp sé að byggja upp til framtíðar en ekki að kasta til hendinni og fá síðan, almenningsálitið algjörlega á móti sér. Af því að menn verða að gera hlutina vel og það er eitt að byggja hlutina og síðan þarf það að reka þá til framtíðar. Og það skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli að menn geri þetta vel. Kristín Ida, takk fyrir komuna í Kastljós.